ég hef þá skoðun, það er bara ég, að maður eigi að leggja sitt á hlið, eða þú veist, á hilluna skilur og vera fullorðna manneskjan í þessu og halda bara eitt afmæli því að barnið á bara eina fjölskyldu, hvort sem það er frá mínum hliðum eða hans, sko. Þannig að við höfum alltaf, þú veist, auðvitað var það svo fyrstu búðin svona afmælin eftir að við skildum í og pappina, það voru alveg pínu erfið, þú veist. En svo eftir það þá er þetta bara eitt af skemmtilegast sem við gerum, það er að hittast, sko. Já, sko, ég ætla ekki að dæma hvað er rétt eða rangt í þessu, en ég get sagt þér eitt, það er svolítið gaman að því. Það er þetta gott ef allir geta verið saman. Það er bara auðveldara, það er ódýrara, auðveldara og bara deila ábyrgð og verkefnum. Það er engin spurning og barnið upplifa alla þá sem standaði sér saman. Ef að fólk getur það ekki, þá er betra að hafa þetta í sitt hvoru lagi. En ég get sagt í það, svolítið gaman að því að því ég skildi við manni minn, að þá við skildum við spæði, það var sko dóttir okkar hún það var ekki alveg byrjun að því hún ekki rosalega góði vinni fyrst en svo kom það að við fórum alltaf í kringum út með dóttir okkar í kringum ammælin út að borða og svo fórum við aftur í jól gerðum þetta 2 ári fórum í bæinn einhvern tíma fyrir jól skipti ekki máli hvaða dag var og út að borða í kringum ammælinar bara við fóldrarnir og það er skemmtilega að segja frá því, sko, nú er hún orðið rúmlega 30 og þegar hún var við mamma, þá vildi hún ennþá halda í þetta. Þá vorum við að fara sem af og amma með henni og barnabarnin okkar. Og það sýnir sig líka að þetta skipti hana máli að upplifa foreldra sinni einhvern tíma saman. Það er líka svolítið sérstakt að eiga einhvern tíma bara stund með sínum foreldrum. Að þetta er eiginlega engi sem elskar þig jafn mikið og gagnislaust, skiljuslaust og þín eigin foreldra eða þeir í lagi. Og það er einhvern veginn sko að geta verið maður, þetta er góð tilfinning. Og það eru margir sem upplifa það, ég þekki það bara sjálfskil, ég var svo vön að hafa foreldra mín alltaf og svo fór þið í samband og það var auðvitað ekki eins einfalt fyrir pappa að vera í þessu svona, að vera með okkur allir einhvern veginn. En þetta var okkur sögnur. Skilur og þetta er líka bara að fá einhvern tímann að vera bara barn foreldra sinna og mér finnst stundum stjúpforeldrar vil leggja of mikla áherslu á því að maður er svona jafngildur maður er að skrifa nafnið sitt á jólapakkan það er alltaf í lagi að gera það en sko svo kemur að því að þegar frákvæður með pakkin þú er búin að eyða allir desember að leita þessari könnu handa mér og barnið segir ég segi þetta er frá pappa og þú har ekki minnst á þig, skilur. En þú valdir þetta. Þú gerðir þetta. Þú sást þetta. Þú sést ekki í þessu. Nei. En nafnið þetta er á pakkanum. Og ég segi bara, er ekki alveg sko að þetta sé bara frá Kitti? Já, Kitti ekki með könnu og svo ekki pappi með þetta og þú sést. Og þetta er allavega svona eitthvað sem mér hugnast, en þetta er ekkert nauðsynlegt fyrir alla. Ég meina bara, og fólk má þetta skrifa nafnið sitt á pakkana, en ég held að maður megi svona ég held að maður þurfi ekki endilega að vera alltaf alveg í framvarðarseitinni, sko. Nei. Maður má það, ef það gengur. Það gengur ekki, þá er allt í lagi.